Reynda bara að vera sammála Vilhjálmi Alvari hérna, þetta fannst mér bara að vera aukaspyrna. Gylfi var nóg að gera hann í upphafi með fasta boltinn og tegndi góð bolti, fyrsta markið er komið! Gunnar Vatnamar mætir inn á Martein og leggur hann að einn og óvaldar frábær spyrna hjá Gylfa Þór Sigurðsssyni. Víkingarnir komnir yfir, Gunnar Vatnamar gera sitt annað. Óskar Borðarsson einn á móti Gils Gíslasyni og henni Gils heldur vel í hann ára Gylfi hægri, Gylfi fer í skoti, hann er frábær þessari stuð, bolti fer í Jökul og þaðan að honum aftur fyrir. Það er ekki betur síðan að fær í stöngina og séðan þaðan í baki. Valdimar leggur út í teig, frábærlega gert. Þetta er markið hvað? Nei, Elías Ísmið skattar í slána, frábærlega redda þessu. Þetta er ekki búið, Karl fyrirlegur. Og Ísak Ólin er að henda sig fyrir þetta. Heldur betur færi hann fyrst hjá Daniel. Svo já, Elías á fjársvæðinu, hann var nú bara að reyna að stýra þessu undir slána, en sett hann í slána og niður. Og þetta er frábær tilþrif hjá Óskar í mætturinn og tegin. Óskar á Daniel á Gylfa, Gylfi í skoti, þessir í netinu. Víkingar komnir í 2-0 og Gylfi Þór Sigurðsson að gera sitt fjórða mark á leiktíðinni. Og það þarf ekki að bjóða Gylfa Þór Sigurðsson oft upp á svona færi. Það var þetta listilega vel í nærhornið, eða svo má segja Víkingur 2, FH 0. Þetta markið líka eftir heldur betur stór boltan, það er bara þannig. Ekki með Kjartan Kári með fyrirgjöfuna og þessi bolti endar hvar alls konar brasa á félagunum og það fer í hornspyrnu. Ólafur Ekhoff ekki ánægður með Aron Snæ hérna. Þetta hæglega geta enda bara með það er skrautuðu sjálfsmarkið hérna. Það var smá svona panik. Hérna er Sverrir. Lítið vellir að kíkja til hægri og finnur ekki samir að tappa boltanum illa hann Sverrir. Hérna er Elías Már Ómarsson og hérna kemur tæklingin. Já, Sverrir harkalega svona hálfpartinn aftan frá henni. Held að segja nær í rauða spjaldið. Vilhjálmur Alvar Þórarinsson fer í rauða spjaldið hérna. Og það er sjálfsögðu stór hættulegt að tækla svona aftan frá. En Vilhjálmur Alvar, hann var vel staðsettur í treystunum fyrir þessu að þetta hafi verið hárrétt. Og Sverrir Páll er drengugóður og var held ég ekkert að reyna að fara staða fyrir sig og sinn hægri fót. Hjá með Jökull stendur bara í miðjumarkinu. Hvað gerir Gylfi Þór hérna? Gylfi Þór Sigurðsson fer í spyrnuna, frábær spyrna beint í stöngina. Út að vera stöngina hérna. 4-5 hjá þeim og Gylfi svona aðeins stígur hans á boltan að það kemur endingu til hægri. Mjög átt hérna Ármann Inga sem keyrir hérna Aron Jónsson. Ármann Ingi hann fer á hægri fótinn og kemst hérna inn fyrir hann og Ármann Ingi gerir þetta og Ármann Ingi leggur út í teig, frábærlega gert, finnur Elías Már Ómarsson sem gerir þriðja mark Víkinga á 54. mínútu, 8. mark Elíasar, en frábær undirbúningur frá Ármann Inga Jakobsssyni. Fór hann illa með Aron Jónsson, keyrði bara á hægri fótinn upp að endalínu endamörkum og út á Elías sem að fría sig hann inn á marktegnum og hér ekki Elías Sveinn Gísli Aron Snæ Tarik Viktor Messi hérna, kemur inn í völlinn, leggur hann á Daniel, hann á Jóns Kristinn. Það verður handboltastimplun hérna hjá Víkingunum. Ármann Ingi með sendingunum fyrir markið, góð bolti og Daniel Hafsteinsson rekur smiðstökki, frábær sókn á Víkingum. Ármann Ingi með sína aðra stóðsendingu í þessum leik hér og Daniel aleinn inn á marktegnum og gat ekki annað en skorað og kemur Víkingum í 4-0. Þá heldur boltanum hann vel og lengi. Jóns Kristinn kemur fyrirgjöfuna hérna Elías með skallan! Frábær skalli á Elíasi Már Ómarsssyni sem kemur Víkingum í 5-0 og Elías að gera sitt 9. mark á leiktíðinni. Frábær fyrirgjöf hjá Jónasi Kristni Bjarnarsssyni og Elías Már svona það er listilega, hann er búinn að sýna það á leiktíðinni. Frábær skallamaður. Víkingur 5, FH 0.